Góða kvöldið, áheyrendur, sælir og velkomnir að viðtækjunum. Það Björgvin Brynjólfsson sem heilsar hjá Kormákur Radio úr Mosfellsbæ. Með mér gestalýsari í þetta skiptið, Árni Heiðar Grímsson, KA-maðurinn. Já, ég sé bara góða kvöldið. Gaman að hóra með. Við erum semst komnir hérna á Tungubakkavöll í Mosfellsbæ þar sem að hvíti riddarinn tekur á móti okkar mönnum í Kormáki. Umgjörðinu öll til fyrirmyndar með fjórudeild. Hérna við fengið dýrindis músík, leikskrá, spjall við heimamenn, allt til reiðu, dómararnir að gera sig klára og byrjunarliðin komin í hús. Það byrja á því að fara yfir lið Kormáks og ég hugsi sleppið því bara að fara yfir lið hvíta riddarans. Ekki nema svona bara það sem gengur á í leiknum. Í markinu komin aftur Kristófer Már Tryggvason eftir rautt spjald í fyrstu umferð. Í vörðinni fyrir framann Hlynur Rikk og Höddi Gylfa. Í bakvörðunum hringur megin Albert frá Gauksmýri og hinum megin Ragnar Friðrik Ingvarsson. Á miðjunni Arnar Ólafsson, Arnar Ingi Ingvarsson og Reimar Martinsson. Framan þá Heiðarna Kindjar og Sigurður Bjarni Arnigord og Ísak Sigurjónsson. Þeir skipta svona með sér fremstu stöðunum. Nú á bekknum Björn Karl Gunnarsson, Viktor Ingi Jónsson sem að stíga tilbaka úr meiðslum, Kristján Ingi Björnsson, Birkir Snær Gunnlaugsson frá Söndum, Markus Már Gunnarsson og Baldvin Freyr Hannesson. Við erum að mæta hérna firnasterku liði hvíta riddarans. Sannkallað stórmeistara tafl hér í dag. Nú eins og ég var að segja þá lið hvíta riddarans firnasterkt. Þetta lið sem margir spá ofarlega í deildinni. Þannig eru nokkur þekkt andlit. Þarna séu til dæmis leikmann nr. 5 aftastan í vörðinni, Birgi sem ég veit var fyrirliði í Aftureldingu í fyrra. Þeir eru með markaðasta leikmann riðilsins einnig innan sinnan vébanda. Ég held að hann sé búinn að skora 6 mörk í fyrstu 2 leikjunum eða 4 mörk eða eitthvað svoleiðis. Það eru fyrirliðarnir Hörður og Haukur sem heilsast á miðjulínunni. Dómararnir klæddir rauðu, þannig að þetta er virkilega fallegt samspil lita hér í kvöld. Við bíðum bara eftir að leikurinn hefjist. Fínt veður, kringum 10 gráður, örlítið farið að bæta í vind, glæslegt útsýni hérna á Tungubakkavelli. Við sjáum hérna yfir Mosfellsdalinn, inn í Mosfells kjósina og hérna Úlfarsfellið. Virkilega fallegt veður fyrir þá sem eru á leiðin á völlinn. Og við skulum vona það að við fáum þá líka bara jafn góðan og fallega leik. Það er allt með okkur hérna í kvöld. Kormáksmenn spila í átt til Þingvalla og meðan heimamenn í hvíta riddaranum spila út Faxaflóan. Vindurinn liggur þvert á völlinn og dómarinn komið með flautin í kjaftinn. Kormáksmenn með liðsheildar hring miður sínum vallarhelmingi. Nú ríður á að Kormákur spili áfram jafn sterka vörn og við gerðum í síðasta leik á móti KB útvöldi. Þar náðum við að pakka vel í vörn. Miðin að taka þeir Heiðar og Siggi Arnigord, báðir með samúræja greiðslu. Nýjasta tíska hjá ungu fólki í dag. Allt til reiðu. Svartir byrja með boltan. Klárt, markmenn beggja liða klárir, dómarinn blæs hér til leiks og það gerist mjög fljótlega væntanlega. Núna það komið, Kormáks sem byrja með boltan, leika aftur á Arnar og alla leið aftur í vörnina að gera leifa óhörnum leikmönnum að snerta boltan snemma. En Kormáks sem missa boltan í öftustu víglinu og hvíti riddarinn komið strax í sókn. En Kormáks menn ná að bæja hættinn frá í bili og boltinn best út á vinstri kant. Þar sem hvíti riddarinn leikur upp völlinn. Time segir hvíta riddarinn sem gefur til kynna að erlendur leikmaður sé í þeirra röðum. Sam Downey heitir hann, spilar á miðjunni. Það eru ekki margir erlendur leikmenn í þessari deild en hér er einn. Kormáksmenn þétta varnirnar. Mihály Bíbersitt hefur lagt mikið upp úr þéttum og góðum varnarleik byrjun leiktíðar. Leikur ekkert á henni til pressu, galar Hörður fram völlinn. Birgir með langa sendingu inn fyrir og vel gert hjá Kristófer, hann kemur vel út úr markinu. Aldrei hætta og með sínar löngu góðu spyrnur beint á kollinn á Sigga sem skallar hann út á hægri kantinn. Þetta var ágæta tilraun, boltinn of stuttur og hvíti riddarinn nær aftur valdi á boltanum. Klaps á miðjunni og boltinn best alla leið í öftustu víglínu hvíta riddarans. Koma núna upp vinstra megin.
fyrstu mínúturnar minna á fyrstu mínúturnar í síðasta leik á móti KB þar sem að andstæðingurinn var meira með boltan og lék honum bara ljúflega sín á milli í aftstu vílinu. Alveg yfir hægra megin og stunga, góð stunga, djúp inn í hornið, spurning hvort hann náði þessum bolta. Jú, hann gerir það og kemur boltanum fyrir en það hefur verið dæmt að boltin sé út á og leikmaðurinn endaði alla leið á vígalegri girðingu. Liggur óvígur eftir og Hlynur Rikk klappar honum aðeins og strýkur og hann stendur upp sem stálheill. Það fínasti bolti, aðeins og langur og útspark sem Kristófer tekur. Það er væntanlega yfir miðju eins og tíðkast hjá Kormáksmarkmönnum nútímans. Flottu bolti, hátt í loftu upp og þeir skallan alveg yfir. Nei, Hvíti Riddarinn nær töktum. Þeir ná að taka boltan í öllstu vílinu. Margreitir varnarmenn hjá Hvíta Riddaranum. Hægri bakvörðurinn Guðmundur skeiðar upp kantinn, hann mætir honum enginn. Og þeir prjóna sig í gegnum vörn Kormáks, alveg upp hægra megin. Vinstri bakvörðurinn okkar, hann Raggi, er komin aðeins og innarlega og hér kemur boltinn inn fyrir en Hlynur Rikk er vandanum vaxinn og nær að hreinsa frá. En aftur berst boltinn alveg aftur í öftustu vílinu hjá Hvíta Riddaranum og þeir leika sér bara með hann aftast. Þetta er fínt. Leikur ekkert á neina pressu, við rifum upp fleigorð harðar frá því fyrir leiknum. Það má minnast á það, umgjörðin eins og ég sagði á hann er alveg til fyrirmyndar hérna hjá Hvíta Riddaranum. Í fyrsta skipti mörg ár fengum við leikskrá afhenta þegar við komum inn á völlinn eða verkið verið hjá þeim. Og Kormáksmenn prjóna sér upp miðina, þetta er ágætlega gert, þeir róa bara leikinn, Arnar fær boltan á miðinni en er of snöggur að losa við boltan. Erlendi leikmaður þegar hann er að taka niður og senda hann aftur. Og völlurinn er verið svona pílið svolítið þurr. Boltinn skoppar svolítið auðvitað hérna á síðum stigum. Þannig að það er auðvitað að gera mistök, séu. Við erum að spræka framherja sem verða að vera tilbúinir að nýta sér hverja skoppu á boltanum og Hörður rennur hér. Boltinn var að renna inn fyrir hann en þarna náði Bibi Gaukur að bjarga sem bjargað var. Þetta kemur langur bolti inn fyrir og markmaður Hvíta Riddarinn snerti boltan í fyrsta skipti í þessum leik. Við erum að 3-4 mínútur í liðnar af leiknum og aftur koma Hvíti Riddarinn. Þeirra verður sóknin ekki í þessum leik í dag. Spurning hvernig þeir fara með það. Deildarbann eða hvernig var það? Bann út sumar eða? Í utadeildinni. Innkastur Kormákur á miðjum vallarhelmingi sínum. Niður og sér og ég var alltaf bara vellur Boltasækjum þannig að ná í boltan. inn á vellur. Kormáksmenn búa sig undir að taka innkast. Taka einn lágt inn á vallarhelming Hvíta. Hundur er að heilsa hátt. Kormáksmenn taka niður boltan og eru að spila með hérna aftast. Langa setja fram. Kormáksmenn aðeins að gera sig gilda fram á því núna. Þeir eru fannir að berjast þessi boltana framar en Hvíti Riddarinn gerir vel. Og þeir koma boltanum í öftustu víglunni á sér. Þannig að Siggi Arnigard að gera sig breiðan. Boltinn kemur enn og aftur yfir hægra megin. Hjá okkur eru 2 ungir leikmenn í hægri stöðunum og þeir sækja þess á þá. Hlynur Rikk að bjarga þarna vel og við komum upp vinstra megin. Hann stoppar boltan og út af fer hann í innkast sem Kormákur á. Kormákur á innkastið, nú er gott að stela nokkur metrum. Og innkast sem Kormákur á. Komnir yfir miðjulínu. Boltinn upp vinstra megin, Siggi vildi þarna meina að væri togað í sig. Dómaranum illt auga. Við taka innkast í stutt og færa sig alla leið aftur á bak. Alveg yfir á vinstri hafsendinn. Og alveg yfir. Þeir nýta allan völlinn. Koma svo með stunguna, við höfum séð þetta nokkru sem áður.
senda oft stuttan yfir miðju og svo stungu á kantmenninu alveg yfir. Þarna gerir Bibbi Gaukur vel og boxar mannin út og bjargar innkast. Leikurinn fer svona heldur rólega á stað. Já. Bæði lið svona bara drenga rólega stað og eru svona að reyna að ná upp ykkur smá spili. Það við því búast að Hvíti Riddararnir mun stjórna þessum leik svona nokkurn veginn. Svipað í síðasta leik. Hérna hreinsa Kormáksson frá, nei, langur skot en leikmann Kormáksson á að komast veg fyrir það. Það eldfljótur hægri kantmaður nr. 16 sem að næra að koma sjálf upp með endamörkum. Hann dekkaður af okkar bakverði út af innkastfjörboltinn. Sveiflaði þarna olbúinu til og frá. Skeinu hættur þessi hægri kantmaður Arnór. Hvíti býr sig undir að taka langt innkast. Linur öskra á boltan og heyrði hann. Þarna Sigurður hlaupir niður en ekki dæmt. Bolti fer alveg yfir hægra megin aftur og leikmaður nr. 15 innkast sérfræðingurinn vist ekki eins spilsérfræðingur hálfgrunnalega hjá honum en Linur nær að reynsa boltan frá. Heiðar meðan á vítategsboganum nær að koma honum upp hægra megin. Hérna Siggi með boltan og innkast sem Kormákur á. Mestallur leikurinn hefur nú farið fram hérna vinstra megin í Kormáksvörninni. Ekki með boltan en missir hann til Hvíta Riddarans og þeirra breski leikmaður nær að stinga honum inn fyrir. Þarna kemur fyrirliðinn á eldspretti og nær að koma boltanum fyrir og stórhættu upp við mark Kormáks en Bibbi Gauks nær að bjarga boltanum út vinstra megin. Þetta kemur sendingi fyrir og hún líklega aftur fyrir endamörk, jú mikið rétt. Boltinn ennþá inn á og berst yfir hægra megin og þannig missir Ragnar af boltanum og kemur honum ekki inn í og þarna hann tekið niður hann Siggi á miðjum vellinum og þeir láta aðeins nudda í honum eftir á. Leikmannum 19 lætur aðeins finna fyrir sér stuttur þráður í Sigga þannig eins gott að hann haldi sig bara á mottunni. Hann á til að tækla öftustu varnarmenn eins og alvöru enskur framherji. Linur Rík tekur aðvað aukaspyrnu fyrir Kormák og þessi kemur hérna stutturinn á miðjuna og þegar hann borti best á Arnar og Arnar kemur svona boltan langan inn fyrir Siggi tekur hlaupi en þessi bolti aðeins svo langur og berst ekki á neinna viti. Og þeir taka boltan stutt inn í vörnina hjá Hvíta Riddaranum og bara sama uppskuttunum áður koma hérna upp núna sinn hægri kant og lúmsku bolti inn fyrir en Linur Rík á vandanavaxin. Hér Arnar með boltan á miðjum vallarhelmingi Kormáks, gefur hann stutt á hægri kantmanninn og tilbaka á Ragga í vinstri bakverðinum. Og aftur á Arnar, nú hann að snúa hratt og hann hreinlega hakkaði niður, þannig að má alveg gefa manninu guldspjald. Hann tekur mitt lærið á manninum, eins gott að það náðum eins og teip. Þannig að hefði eitthvað dugur í dómarann þó að hann bara lyft gulaspjaldinu strax. Bresk tækling, Arnar stígur á fætur. Vonandi heill á húfi. Aldrei brot reynir fyrirliði Hvíta Riddarans að ljúga í dómarann. Linur Rík býr sig að langan í teig. Það kemur Linur Rík special. Þetta er fínn bolti, þeir flikka boltan inn fyrir sína eigin vörn en ná svo valda boltanum. Það er breski Fautinn sem með boltan og sendir hann upp völlin. Vel gert þarna, leikmaður nr. 7 hjá Kormáki. Þannig vel gert hjá Ísak, hann taklaði mannin og náði boltanum út af. Þegar Hvíti Riddararnir voru að gera sig líklega í einhvers konar skyndisókn. Hvíti Riddarinn með hann í öftustu vílinu. Komum upp hægra megin, hann missir boltan út af og línuvörðurinn dæmir réttilega boltinn sem farin út af. Hann er ekki með bestu boltatæknina í bænum, hægri bakvörðurinn hjá þeim, en hann getur kastað boltanum langt. Það getur okkar vinstri bakvörður Raggi líka gert. Kormákur vinnir boltan á miðjunni og þarna eru þeir að klafsa í hann Arnar, hann er að boxa það af sér. Þarna er afar slæm sending af Ísakinn á miðjuna. Ragnar nær að skalla boltan, hann var að koma langur inn fyrir og fyrirlið þeirra nær boltan hérna hægra megin. Arnar reynir að jafna þarna Bretan frá því áðan en hann nær að koma boltanum alveg í vinstra megin. Nú kemur þessi fræga stunga en þarna er Bibbi Gaukur vel á verði. Nú kemur bara hann á ferðinni. Hvað gerir hann? Þeir ná að stoppa hann af. Náttúrulega með stuttan á miðjuna. Gefur að Heiðar og
Þarna eru tvennar fótskriður, aðeins að hitna í mönnum, boltinn berst aftur og Ísak bara þömpar hann fram. Siggi er einn með hann hérna og hvað gerist nú? Hann fer í aftasta varnarmann hjá hvíta riddaranum, dómarinn dæmir ekki neitt, þannig liggur Birgir eftir. Þetta var bara vel gert hjá Sigga, hann fór bara fullum krafti í þeirra aftasta varnarmann. Þetta var ekkert annað en bara öxl í öxl. Það var ósáttur varnarmaðurinn. Hvítur steinlá. Birgir vil meina að sólinn hafi verið að verkið þarna. Hann var annars eðalmenni og brúðmenni svona dagsdaglega. Ætti sem vanlega ekki óþörfu. Þannig að gerir hann það svo sannarlega. Dómara kast í markfræga og boltinn berst aftur til markmanns hvíta riddarans. Ánægður með Sigga þarna, hann gefur eldri og reyndari leikmönnum ekkert eftir, hjóla bara í þá. Boltinn berst aftur yfir til Bigga sem er lárétt á þann, leikmanns hvíta riddarans. Hann er konið svona upp að miðjubóðanum og gefa á breska fautan. Hann er með hálfa ermi af húðflúrum, svo tíðkast meðal harði axla í fótboltanum. Og hér fara þeir alveg auðveldlega inn fyrir varnarmenn okkar og þannig kom sóknarmaður hvíta riddarans á flegiferð og straujaði niður okkar markmann. Heimtar horn, en línuvörðurinn gefur merki útspark. En tuða þó nokkuð í dómarinn hvíti riddarinn. Ekki betur aldur upp en það. Líklega stæmdu aukarspenn á sóknarmannin þarna fyrir gáleysis hátt. Það var Axel, sóknarmaður hjá þeim sýndist mér. Það er allt í lagi með Kristófer, hann sveiflar höndunum til og frá. Og sparkaði boltanum fyrir marki, hann berst inn að miðinni. Það eru tveir á móti einum hvíta riddara en svo eini vinnur á okkur boltan, kemur svona ágætt á stungu fyrir en þarna gerði Höddi vel. Náði að stoppa boltan, hann var að berst inn fyrir hann en hvíti riddarinn hendur áfram. Hægri bakvörðurinn með hann, sendir hann stuttan á fautan sem leitar alveg yfir. Og þeir leika sem er boltan í össi júli, hann skoppaði boltan og Siggi hefði getað náð eitthvað út úr þessu. Hlynur næst svo að reynsa út. Við erum með boltan alveg einir á vinstri kantinum, nú þarf bara að leita á möguleikum. Kemur langan inn fyrir Heiðar, þessi boltur á stuttur. Birgir Hafsend nær boltanum og ber hann út hægra megin. Það kemur innkastarinn. Kemur örugglega með hann stuttan hægri eða stingur honum. Þeir leika fimmlega sín á milli hérna á miðinni. Heiðar nær boltan á miðinni, vel gert. Hvað gerir hann nú? Hann leikur fram í einu manni, komur upp á miðlínu og kloppar hann, vel gert, og inn á Arnar hann á miðinu. Nú þarf að stinga boltanum inn fyrir, vel gert, og boltinn er komin inn fyrir, Siggi er komin einn inn fyrir og nú þarf að fá skotamarkið. Hann gerur utan fótar, markmaðurinn gerði vel að láta loppina niður. Langbæsta færi leiksins, Siggi hefði bara skorað þarna. Það er virkilega vel gert til Heiðari, kloppaði einn og lekar hann með öðrum. Arnar kom með hárrétta bolta inn fyrir, þar Siggi gott hlaup, en þarna hefði mátt klára færið. Klárlega langbesta færi leiksins komið. Langbesta færið, rétt eins og í leiknum móti KB í síðustu umferð, þá áttu Kormákur í rauninni eina færi fyrri áleiks. Sjá hvað gerst hér, Ísak ætlar að taka hornið. Ef Siggi hefði verið örfættir þarna þá hefði við verið að tala um mark held ég. Ísak með fínt boltinn inn í og þarna gerði við vel. Reimar með skot í fyrsta en það skýtur í þvöguna. Kormáksmenn heimta hendi og áhorfendur á Kormáksbandi heimta hendi líka. Það var engin leið að sjá þetta frá okkur. Og leikmaður hvíta riddarans fellur á miðjum vellinum og kveinkar sér mjög. Þetta sýndist mér að vera alveg óvilja verk, þeir hlupin og hreinlega bara þarna óvart saman. Dómarinn kallar Reimar kaupfélagsstjóra til hans, ætla ekki að hafa svona fangbrögð. Gefur hún greinlega aðvörun, þetta er rétt, þetta var ekki spjald. Gefur hún aðvörun, þetta var svona ljósgult. Stuðningsmenn Sinkvors liðsins heimtuðu hann eitthvað gult fyrir brot eða gult fyrir dífus eins og gengur að gerist. Nú hérna koma riddararnir, komið færa megin, boltinn komin inn í miðjan teginn og boltinn fyrir hátt í loft upp. Ég hygg að Kormáksmenn hafi sparkað þessum upp í loftið. Innkastið er heimamanna. Ég líka. Boltinn kemur inn
Inn á miðjuna, þar breski fautinn, ber boltan upp. Fer með alveg vinstra megin, hér skoppar boltinn á vellinum og Kormákur bjargar í innkast. Svo far, svo gút, kortir búið leiknum. Hvíti Riddarinn með innkast og miðjum vallarhelmingi Kormáks. Langur bolti yfir. Hvíti Riddarinn með boltan á miðjunni, staðan ennþá Hvíti Riddarinn 0, Kormákur 0. Kort búið. Og leikmannir fyrir niður og þeir eru alveg ábóðslega skapstyggir. Hvíta Riddarnesmenn, það nægir þeim ekki að fá aukaspyrnu, þeir þurfa alltaf eitthvað að brúka munn þegar þeir eru búnir að fá hann. Aukaspyrna rétt, eða hvað? 7 metra fyrir utan vítategin, mjög nálægt hliðalínu. Hvítir eiga. Tveir menn í vegg. Hér kemur aukaspyrnan. Fín bolti inn í tegin, nú þarf að hreinsa þetta frá og það gerir Hlynur Rikk. Hann er búinn að hreinsa marga bolta frá svo far í dag. Albert fylgir Bretanum alveg yfir og hann á hræðilegan bolta inn í tegin og þetta grípur Kristoffer. Beinnir honum hátt í loftu, þannig eins og hann sé bara að reyna að losa boltan. Arnar fær boltanum á miðinni og stingur honum yfir. Hérna eru 2 Kormáksmenn þegar taka sprettinn. Hann er ekki hraður þessi hægri bakvörður, það bara setja á hann, setja pressu á hann áður en næra valdi á boltanum. Og hann kýs að leysa boltan í innkast. Þorði ekki öðru, þarna var með nokkur unglömb á eftir sér. Kormákur innkastið upp við hliðalínu. Sautján mínútur í liðinnar að leiknum. Og enn er staðan Hvíti Riddarinn 0, Kormákur 0. Og Kormákur hafði átt besta færi leiksins. Innkastið og þetta er augljós bakgrind, ég ekki skilja á hvaða forsendum dómarinn er þarna inn á ef hann dæmir ekki þetta. Boltinn kemur alveg yfir hægra megin og Ísak kiksar með tilþrifum og Hvíti Riddarinn nær að leysa frá. Dómarinn kýs að hafa ekki klænnar í leiknum mikið, hann er leyft þess að flæða bara svolítið. Hörður með hræðilegan bolta fram í og nú koma Hvíti Riddaramenn á strauginu. Hörður ætlar að fara í tæklingu en leyfir manninum að fara sem betur fyrir. Hann var alveg að fara að gera brækurnar þarna en sókn Hvíta Riddarans rennur út í sandinn. Þetta gerði Hörður sig segan herfilega skitt upp á bak en sem betur fyrir þá voru gæðin í vinstri kantmanni Hvíta Riddarans ekki meir en svo að boltinn endaði bara beint hjá markmannum okkar Kristoffer. Menn kvartindan hvorum öðrum inn á miðjusvæðinu. Sjálf þetta ekkert á þetta og þeir senda enn á sinn hægri bakvörð. Hann ber boltan upp hægra megin. Þeir eru snöggi í kantmaður nr. 16. Það þarf núna að gera eitthvað rósir. Leitar hann að miðan völlin og andlaði leið tilbaka. Þeir þurfa að sína þolinmæði gegn varnarsinnuðu liði Kormáks Hvíti Riddarinn. Hörður stilli sína menn af. Hvíti spilar enn og aftur hérna niður kantinn. Snögga kantmanni sinn. Það er alltaf að fara gegnum Ragnar vinstri bakvörð, hann verður að gera eitthvað Mihailo ef ekki á illa að fara. Reimar ber boltan, Heiðar með boltan á miðunni, leikur framhjá leikmanninu, vel gerð og stingur boltan svo inn fyrir. Þetta er glæslegt, Ísakar á hörðum spretti en markmaðurinn gerir vel, kemur á línu sinni og heyrði boltan. Það er fín sendingi á Heiðari, hann er búinn að vera okkar jafn sprækast í sóknarmaður í leiknum. En hér koma Hvítu Riddararnir tilbaka. Það er mikil eyða inn á miðjusvæðinu en vel gert hjá Ragga, hann les þarna boltan vel í vinstri bakvörðinum og sendir boltan svo á Arnar hann miður í miðjunni. Hvað gerir Arnar? Hann stoppar við, gefur á Arnar nafna sinn en vel gert hjá Arnari Ingvars Magg, hann vinnur boltan aftur. Nú þá bara að losa boltan. Þetta er hræðilegt að sjá þetta, ég skil ekki hvað þessi leikmaður frá Breitlandi er að gera. Hann fer þarna greinlega í manninn og ef dómarinn ætlar ekki að spjalda núna þá veit ég bara hreinlega ekki hvernig hann ætlar að spjalda manni í þessum leik. Það er alveg fáránlega tekningar í þessum leikmanni. Það er aðeins að fara að hugsa sinn gang, helvískur. Gætir bara hugsa að það bara gleymt spjöldunum. Það hlýtur að vera, ég veit ekki hvenær er ekki spjaldað. Hver er spjaldað ef ekki verið þetta? Búinn að missa manni framhjá sér og fer með sólana í öklan á honum. Hlynur ykkur til langar í þegar hann spjöldið út. Reimar leysir hann yfir, það er enginn á hægri kantinum til að fá boltan.
og stunga inn fyrir. Nú þarf Hörður að vera velvakandi og hann reynsar innkast og kútveltist. Hann hefði stíð hólu þarna. Og hvíti riddarinn á innkast. Alveg hérna omvend við okkur. Kormákur hreinsar frá, Heiðar einn á miðinni, snýr sig við með boltan, það engin hjálp, hann reynir að fara fram í einum og tekin niður aftur á. Ég veit ekki alveg á hvað að frétta á þessum hvítu riddaramönnum. Eðlilega þá spjaldar hann leikmann núna, hann tæklar manninn aftan frá þegar hann komið fram hjá hann á miðri línunni. Ég hygg að hvíti riddarinn endi leikin ekki með 11 leikmenn inn og þetta halda svona áfram í allt kvöld. Aron Elvar, nr. 8 sem spilar á miðinni sem fekk þetta gula spjald. Hugsa það séu svona mestalagi 7 mínútur þangað til að Sam Downey í liði hvíta riddarans fái einhvers konar litaspjald ef hann heldur áfram eins og hann er búinn að gera. En það er Hörður sem tekur aukaspjaldinu á miðjumvellinum. Og hann er hár inn í, þetta er fínasti bolti, þarna voru hann haldið í einn okkar manna og Arnar rusar boltanum upp í loft, vonast þetta í besta, en það besta er bara útspark á marki hvíta riddarans. Hvíti riddarinn kallar eftir alvöru gír, en þeir taka stutt útspark og leita á miðverðina sína. Þetta eru vel spilandi miðverðir, þannig að það er að gera að nota þá. Kom upp miðina og boltinn er alveg yfir hægri kantmanninn. Nú þarf Raggi, hann þarf að fara að gera þessi í brók, það er farið fram hjá honum aftur og aftur, en Hlynur Rikk nær að hreinsa frá, vel gert. Boltinn fer inn á miðina, Heiðar skallar hann fram, en þar eru miðverðir hvíta riddarans sem vel að verði og sparka boltanum alla leið aftur á markmanninn. Fyrri hálfleikur, hálfnaður. Staðan ennþá 0-0. Hvíti riddarinn er hérna eitthvað að Vel gert hjá Hlynur Rikk, hann kemur hann inn í þveran bolta inn í vörnina, hann er að skalla hann í böltu. Boltinn berst hægra megin yfir á bakvörðinn sem leitar að möguleikum, ber boltan upp, þetta er fínt. Þrengja bara færin og nú er bakvörðinn kominn á miðan völlinn, það er að leysa hann á leiðilega breddan sem að sendir hann alveg yfir vinstra megin. Og þeir leita bara tilbaka, það er enga glufur á þéttum varnarmúr únvetninga. Koma svo upp vinstra megin. Sóknarleikurinn er algjörlega hvíta riddarans, nú kemur bolti alveg yfir á fjær og þar er eldfljóti kantmaðurinn og hér kemur skalli, en hann er lúslaus og Kristófer grípur hann með annarri hendi og sparkar nú hátt fram. Siggi tekur straugið, nú bara vona að menn mishitti boltan, það gerist ekki. Það er Arnar á vinstri kantinu sem tekur boltan upp og leikur framhjá einum manni þeirra og framhjá öðrum, vel gert, og nú þarf hann bara að þvera boltan, en hann næri ekki að koma nú samverð. Þetta var fín rispa þarna hjá Arnari Ólafsinni og boltinn í innkast alveg yfir á hægri kanti. Það er vel unnið tilbaka með Heiðari, tók alveg sprettinn hérna eftir honum og náði hreinsa í innkast. Og hvíti riddarinn missi boltan í innkast. Boltinn á miðina, Siggi með boltan og leikur fram hjá einum og fer í löppin og undan sér og þeir kvenka sér mjög á bekknum hjá hvíta riddaranum. Arnar Ingvar Smag með boltan, vel gert, sendingu upp hægra megin, Ísak er núna um boltan og þannig að koma honum fyrir í fyrsta, neðan ákveður að leika honum áfram og hann er tekinn niður og línuvörðurinn flaggar brot. Línuvörðurinn flaggar. Það er dæmt vítaspyrna. Ég veit ekki hvort það var fyrir innan teg, en línuvörðurinn flaggaði hvað sem því líður. Dómarinn bent á vítapunktinn, það hlýtur að hafa með til þess svo að leikmaður Kormáks hafi verið komin inn í teig. Ég held að dómarinn hefði verið að benda útspark, en línuvörðurinn vildi minna að vera brot. Þeir hafa eitthvað að tala saman og hann hleypur að vítategnum og dæmir aukaspyrnu rétt fyrir þetta vítateg sem Kormákur á. Kormákur á sérst aukaspyrnu á stórhættulegum stað. Þeir bölva á Ragna, leikmenn hvíta riddarans, ósáttir við þetta. En það var maður með mikið vita fótbolta sem flaggaði þetta, fyrirverandi formaður Liverpool klúbbsins á Íslandi,
Ekki getur hann haft rangt fyrir sér. Smekkmaður. Rittarinn setur 3 menn í vegg eða 2. Það skrítið. Það er Ísak sem ætlar að taka þetta. Ég sé hérna Reimar lúrir á vítateigslínunni. Hann er þekktur fyrir sín þrumuskot. Ísak tekur fintu, leikur tilbaka og setur upp boltan hátt yfir að fjær. Það kemur Hlynur Rikk og sendir hann inn í en Hvíti Riddarinn nær að bjarga og skyndisókn. Raggi nær að koma honum á Hlyn og Hlyn er að Ragga aftur og nú þarf boltan að koma inn í og hann fer í fésið á hægri bakverði Hvíta Riddarans og Kormákur á horn. Virkilega vel leist. Nú liggja þeir á heimamönnum, okkar Kormáksmenn. Það er Ísak sem ætlar að taka þetta horn. 26 mínútur liðnar að fyrri hálfleik. Hvíti Riddarinn 0, Kormákur 0. Þetta gengur bara ljómandi gott hjá Kormáki þar sem aðverð. Þeir stilla upp sínum þétta varnamúra eins og við séð í síðustu leikjum. Þeir kemur lágt hot frá Ísak og þeir ná að hreinsa þetta frá. Og líklega er boltinn farin í innkast hérna, sýnist það. Línuvörðurinn flaggar rösklega innkast sem Kormáksmenn eiga. Og það er Raggi sem ætlar að taka það. Ísak kennir sig einhvers meins og hleypur að varamannaskýli Kormáks. Hörður nær að skalla langa sendingu frá og Reimar vippar honum eitthvað lengra til að losa pressuna. Hvíti Riddarar er að koma inn í skyndisókn eftir horni hjá Kormáki og koma núna með sendingu innfyrir. Það er ekki rangstæða, Hörður misti boltan frá sér, að gera vel og vann tilbaka og hirti boltan á tánum á sóknarmanni þeirra og hættulegasta manni og fyrirliða. En Hvíti Riddarinn heldur upp pressunni. Vel gert hjá Hlynur Rikk, hann stígur hérna glæslega inn í og hann er að losa enn og aftur pressuna. En þeir eru aldrei langt frá því að koma í næstu sókn og núna er boltinn komin inn á vítateig Kormáks. Þeir verða að stoppa þennan mann og gera það. En enn og aftur er það bara stutt. Og vel gert hjá Bibba Gauks, hann lék þarna á sóknarmanninn, tók boltan niður og fór sér engu óðslega. Og hér dettur Siggi en við höldum boltanum inn á miðjunni. Þannig hélt hann aftur á sér breski fautinn, fór ekki í tæklingunni sem menn átti kannski von á og Bibbi Gauks kemur upp hægra megin, sendir boltan á Ísak, neða Heiðar og hann er bara hakkaður niður. Þetta er óskiljanleg varnarleikur sem Hvíti Riddarinn er að beita, henda sér í alla tæklingar. Fannar, númer 18 heitir þessi og þeir kannast aldrei neitt við neitt í hvert skipti sem þeir brjóta af sér. Aukaspyrna hérna, 3-4 metra fyrir utan vítateig. Nú vil ég sjá Hlynur Rikk taka bara skot á markið. Þetta er í skotfæri, við erum að tala um svona 4-5 metra, kannski eitthvað aðeins meira fyrir utan vítateig. Það eru örfætlinga megin, þannig að það er um að gera glöð á markið. 2-3 í vegg, það er engin fyrirstæða fyrir Hlyn. Munið þeirra skoraði frá miðjum út í Tindastólum árið og hann kemur með skotið og þessi bolti er í samskeytunum. Hlynur Rikk með glæsilegt mark úr aukaspyrnu, ég sagði þau fyrir þetta. Glæsilegt mark. Hvíti Riddarinn 0, Kormákur 1, mark beint úr aukaspyrnu. Markvörðurinn náði nú að snerta. Markmaður var með klærnar í boltanum en þessi bolti var bara það fastur að þeir átti ekki séns í þetta. Hvíti Riddarinn 0, Kormákur 1, kannski svolítið óvænt. Ég veit ekki hvort það er hægt að segja á móti gangi leiksins en engu að síður er staðan 0-1 fyrir Kormák. Hlynur Rikk búinn að vera besti leikmaður Kormáks í leiknum, erum við ekki sammála um það? Jú, ég vil segja það og svo er hann eitthvað sínt vipra spretti hérna á miðjun hann Heiðar. Hann er svona, gerir tilkall í það en sem er hann Hlynur Rikk með þetta. Búinn að stíga vel inn í varnarleiknum og núna þetta mark Kórunar allt, vel gert, þarna lætur hann boltan fara inn fyrir og Kristófer tekur boltan, þarna var löng sending hjá Hvíta Riddaranum og þeir þömpa boltanum fram og láta okkar fljótu sóknarmenn berjast til hafsendana. Þetta er fínasta leikað fyrir enn sem komið er. Boltin best yfir á hægri bakvörð Hvíta Riddarans. Þú þurfa Kormáksmenn að skipuleggja sig vel, halda áfram góðri vörn, þeir dobla á hægri kantmanninn og boltin best alla leið tilbaka. Hafsendaparið spilar hann sín á milli. Hérna er lausmaður hægra megin, boltin kemur þá alla leið yfir hægra megin. Hann er flinkur á boltan leikmann nr. 16 og þeir prjóna sig í gegn. Hann stingur Ragga af eina ferðin en boltin fyrir aftur fyrir endalínu og útspark sem að Kormáksmenn eiga.
Þeir eru orðnir pirraðir, Mosfellsbæingar. Það alveg Jón fljótur Kantarinn hjá Hvíta. Það gætur á honum. Arnór, nr. 16, hægri kantmaðurinn. Svo Raggi, hann yfirleitt aðeins svo langt frá honum. Hann þarf að passa sig að láta ekki stinga sig af. Kristófer með útsparkið. Fínasti bolti. Arnar á miðunni, bakhrinding. En ekki dæmt söka fyrir daginn. Hér kemur Breti með boltan og reynir að tippa honum inn fyrir. Þetta er alveg hreint ömurleg sending hjá honum. Þetta er kallað karma. Og dómar reynir að róa hann aðeins niður. Hann er kjaftfor að breta sið. Leiðindagaur, nema hann sé með þér í liði, þá er hann ábygglega mjög fín. Við kannustu þessar típur. Útspark hjá Kristófer, enn og aftur fínt, vel yfir miðju. Siggi í baráttu við miðjumann hjá, þeir vinna boltan, boltin kemur inn fyrir, þessi er of langur fyrir Heiðar, boltin berst upp í hornið. Hægri bakkur Hvíta Riddarans ræður ríkjum, en hann er ekki mest í boltamæðurinn, þannig að það er bara að sækja á hann. Þetta var virkilega vel gert hjá Arnari Ólafs. Höddi vill fá menn heimakær og bara læsa og bíða eftir að hálfleikurinn renni í garð. Það er eftir svona rétt tæpt korter. Hvíti Riddarinn leikur boltanum öftustu vílinu, alveg yfir vinstra megin. Þeir mega alveg hafa boltan þarna mínu vegna, skorur enginn þarna. Góð pressa frá framherjunum okkar. Nú þarf liðið að vinna sig yfir, þeir eru duglegir að teygja á liðinu. Hægri bakvörðurinn er komin inn upp á miðjan vallarhelming Kormáks. Nú þarf bara að setja ljúga pressu á hann er ekki boltamaður mikill. Vel gert markmaður. Og Kristófer nær boltanum. Þarna var kantmaðurinn nr. 16 að gera harða allu við Kristófer, en hann stóð bara í lappirnar. Og oft sé þetta. Hann er með boltan í lúkonum og býður þess að fá að sparka frá markísinu. Hann gerir það núna hátt og snjallt. Og er Hælan aftur á hafsendarna sína. Birgir með boltan, spilar honum yfir á Breta fólið. Hann skoðar sína möguleika og alveg yfir á kantmanninn Knáa hjá Hvíta Riddaranum. Boltinn inn á miðuna og þeir leika svona þarna á milli. Ragnar verður að vera miklu þéttari á honum. Og útspark. Þarna hefði nú alveg mátt dæma aukaspyrnu. Raggi fór í manninn en ekki boltan, en línuvörðurinn var á því að þetta hefði verið sanngjarnt bardagi og dæmir útspark sem Kormákur á. Ætli sé ekki svona 10. til 15. útspark Kormáks, Káa? Jú, ég get alveg vilt trúa því. Reimar gerir vel, vinnur tilbaka. Hvíti Riddarinn var þarna við það að ná Tangar halda boltanum. Kristófer grípur hann hins vegar í öftustu vílinu. Heiðar er laus hægramenn, hérna kemur lúmsku bolti og boltinn laus, Siggi Arnegård nær honum vinstra megin og er við það að sleppa í gegn, en þeir ná að, og þetta er bara brotan hleypur í baki og Sigurður Arnegård með olbúan undan sér. Þetta er alveg fáránleg mótmæli frá áhorfendum Hvíta Riddarans. Þarna fór varnarmaðurinn í bakið á Sigga Arnegård með olbúan undan sér og þeir eru alveg að missa sig úr kæti, áhorfendur Hvíta Riddarans. Þeir eru ekki vanir svona mótlæti líklega. Þetta er alveg hrein og bein aukaspyrna. Bara að gera sér að fíbli þessir áhorfendur. Hlynur reykt aukur aukaspyrnuna. Þetta er hann fljóti inn í tegin líklega. Fínasti bolti, smá sveigja frá markinu og þannig þarf að gera árásarmarki, en það búið að dæma rangstöðu. Og Arnar og Reimar ætli báðir að sparka boltanum í einu, en það var ágætt að hafa bara búið að kalla hlé á leiknum. Menn eru hér með bjór við hönd, það kannski hefur einhver áhrif á dómgreind áhorfenda. Ef þeir sá ekki þetta sem aukaspyrnu, þá munu þeir ekki sjá neitt sem aukaspyrnu, held ég. Hvíti Riddarinn sparkar frá marki sínum. Og hér kemur stunga inn fyrir, hér er hætta, Höddi nær að bæja hættinu frá í bili. Þeir halda boltanum á lofti og Bibbi Gaukur gerir vel og Arnar líka. Fleita boltanum framar og Heiðar gerir vel, kemst hérna fram hjá einum varnarmanni, en þeir voru vel á verði þarna í öftustu vílinu og koma nú með boltan fram. Hafsendin ber hann upp, en þeir leita tilbaka. Og hér kemur stungusendingin, en Hlynur enn og aftur vel á verði og Höddi með utanfótar út úr vörninni. Koma núna hægra megin. Þetta er voðalega svipað í síðasta leik, þetta er bara svo varnaræfing fyrir Kormák nánast. Það var mikið á dæmi, dómari.
og hér dæmt aukaspyrnu á Kormák. Eins og þið heyrðu þá var það alltaf vitlaust á vellinum. Það var þeim ekki nóg að fá aukaspyrnu, það þurfti að úffa og púffa yfir þessum. En snöggi kantmaðurinn þeirra sem var nældi í þetta, þessu aukaspyrnu. Þetta var nú alveg aukaspyrnu, þannig voru 4 að pöngast í honum og náðum loksins niður. Og þá var bara réttilega dæmt aukaspyrnu og áfram með smjörið. Aron heitir maðurinn sem ætlar að sparka boltanum inn í og spyrnan ekki góð og leikmenn Kormáks ná að bæja hættum með eitthvað frá og þarna mættust 2 samstæði Segulstáls. Hann skoppaði af Mjöðminni á Heiðari, gerði nú ansi mikið úr þessu og einhverja hluta vegna þá ætlar hann að spjalda Heiðar fyrir þetta. Ég ekki alveg viss hvað í gangi akkur núna. Þetta sjálfsagt pressan frá áhorfendum sem að ná undir skinnið á dómaranum. En aukaspyrna var þetta nú ekki í mínum augum, Káa? Nei, þetta var ekki spjald. Þetta var hálf einkennilegu dómur, verð ég að segja. Það virðist ekki að hafa mjög gott jafnvægi þessu leikmaður. Það var hrundan í gólfið og æmdi mjög, en virðist hafa náð sér að fullu á innan við 5 sekúndum. Þetta algengt í fótboltanum. Nú hvíti riddarinn aukaspyrnu á svipuðum slóðum og það sem að Hlynur Rikk skoraði samskeytin rétt á hann. Staðan er aðeins utar. Staðan er hvíti riddarinn 0, Kormákur 1 á 37. mínútu leiksins. Nú að gera halda búrinu hreinu fram á hálfleik. Borgar sig ekki að fá þessi jöfnum mark sem stutt fyrir hálfleik. Aftur það Aron sem ætlar að taka þetta og hann kemur með jafn slaka spyrnu á áðan, en nú náðu þeir að chippa boltanum inn fyrir og Kristó Hansenmann, þannig að fóru þeir ekki vel með þetta færi sitt. Þetta var virkilega illa útfært hjá hvíta riddaranum. Og hér skoppa boltan á miðjunni og þarna eiga menn að vera snöggir að nýta sér tækifærið og nú að þá éta þennan bolta og Arnar skallar hann inn fyrir, en boltinn fer hérna afar hátt í loftu og Hlynur Riknar skallan sérfræðingslega fram og vel gert hjá Heiðar. Hann tekur boltan, setur hann út á Reimar út á kantinum og Reimar út á Ísak. Ísak er einn á hægri kantinum, nú þarf hann að nýta sér hraðan og kontinum með boltan inn fyrir og boltinn er beint í flæði af markmanninum. Og Ísak réttir upp hægri hönd og viðurkennir sína sekt í þessari sókn. Það var ákjósanlegt færi á Kormáki. Voru þarna 2 lausir inn í teg, en þetta var bara óheppni að finna ekki manninn. Góður. Næsti. Vel gert hjá Hlynrik, hann er vel vakandi í vörninni, þannig að var boltinn að ormast í gegnum vörnina. Innkast hægra megin Kormákur. Alveg upp í hægra hornið á marka hrók sinn og hann reynir að fara fram hjá Hlyn, en Hlyn eru vel á verði, virkilega vel gert hjá honum og hann liggur eftir að heldur andlitið á sér. Þetta eru sangkallaðir íþróttamenn hérna á ferðinni, henda sér í gólfið, haldandi fyrir andlitið. Nú hef ég séð þetta allt. Hlynur Rikk setti boltan vísvitandi út af og það er núna að vera að hlúa hvíta riddara leikmannanum. Og hann er sprottinn á lappir. Ekkert hefur ískorist. Hann sagði að skýla loft. Menn þeir eru að öskra á hann. Kormákur með boltan í öftustu víglinu, Bibbi Gaukur hægra megin. Fer eitthvað illa með boltan, sendur á Hörð. Þetta er hættuspil. Hörði gefur stutt á Arnar. Arnar var á lengi átt að sig, en Hörður nær að hrópa yfir mistökin. Nei, þetta hlýtur að vera aukaspyrna. Kormákur áfram! Jú, það er aukaspyrna. Kormákur eiga aukaspyrnu. Nei, hann dæmir innkast. Hann dæmir innkast. Arnar með boltan á miðjunni, hann er ekki með nógu gott fyrsta touch, hann bara ekki nógu góð formið okkar leikmaður ársins í fyrra. Boltan ekki með innfæri, leikmaður nr. 8 kemur upp hægri kantinn, komin upp á vítateig, sendir boltan fyrir og hér er stór hætta og þeir ná ekki að gera sem aðdúrsu. Markaskorarinn þeirra, aðalmaður, hann rennur hann inn í vítategnum og boltinn fer út af og Kormákur á innkastið. Sungur á þessu 10 hann. Siggi kemur upp í vinstri kantinn, hann er miklu fljótari en þessi varnarmaður sem hann komið inn fyrir og upp á vítateigshorninu. Nú þarf bara að senda hann inn fyrir og hann gerir það og Heiðar með skot, en nú þarf að skjóta Heiðar og hann nærði ekki. Arnar með boltan og sendir hann í gumpið á einu varnarmanninum og þeir hreinsa og boltinn fer hættulega nálægt út af lýsingarborðinu og út af innkast sem Kormákur á. Þarna hefði mátt gera betur.
Fimm mínútur eftir að fyrri hálfleik, staðan 0-1 fyrir Kormáki. Kormáksmenn hafa fengið eitthvað bara hættulegustu færi leiksins. Bolti kemur hérna enn og aftur yfir hægra megin. Það Arnar Ólafsson sem hefur gætur á hægri bakverði Hvíta Riddarans. Fer alveg upp, nú leikmaður með 8 kominn hérna á vænginn og hann chippar inn fyrir það sem Hlynur Rikkar enn eina ferðina vel á verði og spyrnir boltanum hátt í loftu upp. Og Raggi í smá vandræði með hægri bakkanum en hann nær að losa hann frá. Siggi Arnegård með hann á miðjunni, leysa hann vel inn á Hlyn. Hlynur inn á Reimar. Heiðar varða inn á Reimar fyrirgeði. Og Hvíti Riddarinn kemur enn og aftur upp hægra megin. Það þarf að fara að stoppa í gatið sem hérna með. Þetta endar bara með marki. Og hvað erum við að horfa á hér? Það mark, þetta slysalegt mark. Þarna var Hlynur Rikk ætlað að hreinsa boltan frá. Þarna voru þeir ekki að tala saman, Kristófer markmaður og Hlynur aftasti varnarmaður. Og Hlynur hreinlega lagði boltan fyrir sóknarmann Hvíta Riddarans. Þetta var slysalegt og svolítið gegn gangi leiksins eins og hann akkurat núna. En staðreynd Hvíti Riddarinn 1, Kormákur 1. 3 mínútur eftir af þessum hálfleik. Og þessi sókn kom upp hægra megin eins og flestar álitlegustu sóknir Hvíta Riddarans í þessum leik. Hlynur öskar sína menn áfram, það rétt hann sem hann segir, það verður hlaupa án bolta. Þetta alltaf þröngt hjá Kormáksmönnum. Þetta ljúft spil en menn eru bara ekki að gera sér nú klári að fá boltan. Hlynur skalla boltan frá. Boltin best á hægri bakvörð. Mætti baki á honum! Koma enn og upp hægra megin. Og innkasti Hvíti Riddarinn á. Það ekki að kólna hér á vellinum. Íslenska sumarið búið í bili. Innkast sem Hvíti Riddarinn á. Og menn eru ekki alveg að dekka menn eins og best gætu. Arnar vinnur boltan af þeirra fyrirliða afturstu víglinu. Vel gert í honum en þeirra maður nær boltanum aftur. Hann tæklar boltan á honum og út hægra megin fer boltan. Hér hættulega sending fyrir. Þetta góð sending og þeir skalla marki en Kristófer á hárréttum stað. Boltanum var skallað beint í fangið á honum en þarna galopnaðist allt hjá Kormáki. Boltinn hátt í lofti upp frá Kristófer. Siggi vísvittar skalla en varnarmennir hjá Hvíta Riddarinn á honum. Hlynur með langan bolta ætlaði að sigga en hann nærði að fara eitthvað allt annað. Heiðar með boltan, sendir hann yfir og Ísak komur einn í gegn og það er bara tippast. Nei, hann dæmir rangstöðu, hann var lengi að hugsa sig þarna línuvörðurinn. Ísak komur einn í gegn og boltinn endaði í netinu en línuvörðurinn flaggaði rangstöðu. Við sjáum það ekki hérna hvort það var rétt eða ekki. Við verðum að leyfa línuvörðinum að njóta vafans. Hörður galar á sína menn að hætta þessu tuði. Hann er kannski ekki þekktur fyrir það sjálfur að vera lítið að tuða en góður minnismútur samt sem áður. Hér kemur enn eitt krossin inn fyrir, Bibbi Gaukur kiksa boltanum en þeir eru úti vinstra megin. Hér kemur boltinn inn í teginn, Hlynur Rikk fyrir honum en sóknin heldur áfram. Fyrirliðin þeirra með boltan og þarna vel gert. Hlynur Rikk hreinsa burtu boltan og þeir eru bara að vera kolvitlausir í tæklingunum Hvíti Riddarinn. Þeir ráðast á allt kvikt. Hlynur Rikk ekki par ánægðir með þetta. Menn fjasa hér í hvorum öðrum eins og kvenfélagsfundi. Hlynur Rikk með aukaspyrnuna. Og Heiðar missar boltanum með eftir víglinu en nær honum aftur, vel gert þarna. Og Arnar Ólafsson leysir hann yfir á Reimar og Reimar er bara boksaður út þarna, var allt of lengi á boltanum. Hörður ætlaði í eina tæklingu en var töluvert og seinna og Hvíti Riddarinn geysist upp vinstri kantinn og boltinn kemur fyrir markið en vel gert hjá Kristófer sem nær honum. Línuvörðurinn flaggar horn. Það misti Kristófer boltan örlítið aftur fyrir síðasta mínúta fyrri hálfleiks runnin upp. Hvíti Riddarinn 1, Kormákur 1. Jú, fyrsta hornið sem Hvíti Riddarinn á. Kormákur er búinn að fá 2 horn. Nú bara punda boltanum frá, lítið eftir að fyrri hálfleik. Leggja svo ráðinn í hálfleikshlénu. Þannig kemur boltinn inn fyrir og þeir ná að skalla hann en Kormáksmenn bjarga mjög nálægt línu. Bretinn sparkar í boltan en
Þarna náðu Kormáksson að vera fyrir og í sömu andrá fljóta til hálfleiks. Nokkuð líflegum fyrirhálfleik lokið, byrjaði rólega. Hvíti Riddarinn búinn að vera með fyrir eins og Jarðarfjörð kæru áhorfendur. Þannig að lýsingin á bara að vera það. Gagnrýni á okkur hérna, Káa. Já. En engu að síður, staðan Hvíti Riddarinn 1, Kormákur 1 í hálfleik. Hvíti Riddarinn búinn að vera miklu meiri sókn heldur en Kormákur. Dómararnir búinn að þurfa að líta í nokkuð mörg horn. Þar sem Hvíti Riddarinn að spila ansi fast, rífa mikinn kjaft. En hér ganga leikmenn til búningsklefa og ég held að það sé best að Káa að við gerum hlé á útsendingunni á meðan menn drekka hálfleiksteið sitt og við sjáumst aftur eftir 10 mínútur eða korter.